Við færum okkur nú set niður á Hótel Ísland þar sem að hefjast bein útsetning frá vali fegurðardrottningar Íslands 1988. Umsjónarmaður Ásdís Loftsdóttir en dagskrárgerð í höndum Maríönnu Friðjónsdóttur. Komið sæl og velkomin á Hótel Ísland. Hér ríkir sannkölluð hátíðarstemning og lúðrasveit Reykjavíkur tók á móti prúðbúnu gestunum þeir tóku að streyma að lausnum klukkan 6:30 í kvöld. Við ætlum nú að leyfa ykkur að sjá brot að dagskránni sem fram hefur farið hérna í kvöld, en eins og áhorfendur Stöðvar 2 sáu í 1919 þá mættu stúlkurnar klukkan 20. En stúlkurnar voru kynntar fyrir kvöld í Sundbólum. Og við bjóðum velkomna á svið Kristínu Birgittu Gunnarsdóttur. Hún frá Reykjavík, fædd 25. febrúar 1966 og því 22 ára gömul. Hún 1,70 á hæð og starfar sem flugfreyja hjá flugleiðum. Hennar aðaláhugamál eru ferðalög, líkamsrækt og útivist. Hún stefnir að því að fara að læra förðun í Bandaríkjunum næsta vetur. Við þökkum Kristínu Birgittu fyrir. Guðrún Margrét Hannesdóttir Reykvíkingur, fædd 19. júlí 1967 og því tvítug. Hún 1,70 á hæð og stúdent frá Verslunarskóla Íslands. Guðrún Margrét starfar nú sem skrifstofustúlka hjá Smith & Norland. Guðrún spilar á píanó, hún stundar skíði og siglingar, hefur áhuga á ferðalögum og hraðskreiðum sportbílum. Við þökkum Guðrúnu Margréti fyrir. Linda Pétursdóttir frá Vopnafirði og fegurðardrottning Austurlands. Linda fædd 27. desember 1969 og því 18 ára gömul. Hún 1,72 á hæð. Linda nemi í Fjölbrautaskólanum í Ármúla. Hennar áhugamál eru útivist, tungumál og bókmenntir. Við þökkum Lindu fyrir. Guðný Elísabet Óladóttir fegurðardrottning Reykjavíkur. Hún fædd 20. mars 1968 og því tvítug. Hún 1,74 á hæð og nemandi í Fjölbrautaskólanum í Ármúla á nýmáladeild. Hún hefur gaman að því að fara á skíði og að ferðast. Við þökkum Guðnýju Elísabetu fyrir. Karen Kristjánsdóttir fulltrúi Suðurlands í keppninni. Hún fædd 15. janúar 1965 og því 23 ára. Hún 1,75 á hæð og stundar nám við Háskóla Íslands á öðru ári í hjúkrunarfræðum. Hennar áhugamál eru sund, ferðalög og útivist og hún hrifin af landinu sínu og uppáhaldsstaðurinn Þórsmörk. Karen lýkur hjúkrunarnáminu eftir 2 ár og mun þá að öllum líkindum hefja störf sem hjúkrunarfræðingur. Við þökkum Karenu fyrir. Kamilla Rún Jóhannsdóttir fegurðardrottning Norðurlands. Hún fædd 16. júlí 1970 og verður því 18 ára á þessu ári. Hún 1,82 á hæð. Áhugamálin eru útilíf, ferðalög, tónlist, líkamsrækt og félagslíf. Við þökkum Kamillu Rún fyrir. Sigrún Eyfjörð úr Garðabæ, fædd 1. ágúst 1967 og því tvítug. Hún 1,78 á hæð. Hún hefur lokið 2 árum við Kvennaskólann í Reykjavík en starfar nú sem verslunarstjóri í tískuverslunni Cosmo. Hennar áhugamál tengjast verslun, viðskiptum og stjórnmálum. Við þökkum Sigrúnu fyrir. Halldís Hörn Höskuldsdóttir fegurðardrottning Vesturlands. Halldís stúdent frá Menntaskólanum á Akureyri.
Hún fædd 5. október 1967 og því tvítug. Hún 1,74 á hæð og starfar sem verslunarstjóri í tískuversluninni Stefanel. Aðal áhugamál hennar eru íþróttir, dýr og að kynnast nýju fólki. Við þökkum Halldísi Hörð fyrir. Marta Jörundsdóttir fegurðardrottning Vestfjarða. Hún fædd 12. nóvember 1969 og 18 ára gömul. Hún 1,73 á hæð. Hún í máladeild menntaskólans á Ísafirði. Hennar áhugamál íþróttaiðkun af ýmsu tagi og hún hefur meðal annars æft sund. Hennar framtíðaráform að ljúka stúdentsprófi og svo jafnvel framhaldsnám í íþróttafræðum. Við þökkum Mörtu fyrir. Guðbjörg Gissuradóttir Reykvíkingur. Hún fædd 27. maí 1968 og verður því tvítug á föstudaginn. Hún 1,72 á hæð og nemi við Verslunarskóla Íslands. Áhugamálin eru ýmsar íþróttir svo sem sund, líkamsrækt og badminton. Hún hefur einnig áhuga fyrir ljósmyndum og saumar þegar tímið gefst til. Við þökkum Guðbjörgu Gissuradóttur fyrir. Guðbjörg Fríða Guðmundsdóttir fegurðardrottning Suðurnesja. Hún fædd 11. febrúar 1969 og því 19 ára gömul. Hún 1,72 á hæð. Guðbjörg stundar nám við Fjölbrautaskóla Suðurnesja á tölvu viðskipti. Áhugamáli og þaðalega sund og standi. Hún hefur einnig gaman að því að kynnast nýju fólki. Við þökkum Guðbjörgu Fríðu fyrir. Og nú skulum við fá allar stúlkurnar fram aftur. Kristín Birgitta Gunnarsdóttir frá Reykjavík. Guðbjörg Fríða Guðmundsdóttir, fegurðardrottning Suðurnesja. Guðrún Margrét Hannesdóttir frá Reykjavík. Guðbjörg Gissuradóttir frá Reykjavík. Linda Pétursdóttir, fegurðardrottning Austurlands. Marta Jörundsdóttir, fegurðardrottning Vestfjarða. Guðný Elísabet Óladóttir, fegurðardrottning Reykjavíkur. Halldís Hörð Höskuldsdóttir, fegurðardrottning Vesturlands. Karen Kristjánsdóttir, fulltrúi Suðurlands. Sigrún Eyfjörð, Garðabæ. Kamilla Rún Jóhannsdóttir, fegurðardrottning Norðurlands. Og við þökkum þessum föngulega hópi ungmeyja fyrir. Ekkert hefur verið til sparað til að gera þetta kvöld sem glæsilegast.
Dýrindis kvöldverður var framreiddur og fyrsta flokks skemmtiatriði hafi verið boðin gestunum hér í kvöld. Við sjáum nú dans sem Ástrós Gunnarsdóttir samdi við frumsami lag Gunnars Þórðarsonar Tilbrigði við fegurð. En það eru dansara frá Dansstúdíu Sóleyjar, þau Hrafn og Helena sem sína.
brot úr tískusýningu kvöldsins, en fatnaðurinn frá tískuhúsinu Markus á Austurstræti 10. Sýningafólk úr módel 79 sína. Það dregur nú óðum nær hápunkti kvöldsins Feðradrottning Íslands 1988 verður valin. En þangað til ein samfelld skemmtu og hátíðardagskrá. Við gefum nú kynnum kvöldsins þeim Sigrúnu Voge, leikkonu og Bergþóri Pálssyni orðið. Hafa 10.000 bæst í hóp þeirra sem fylgjast með úrslitum í fegurðarsamkeppni Íslands 1988. Við bjóðum áhorfendur Stöðvar 2 velkomna að skjánum. Fegurðardrottning Íslands verður að vera gædd margs konar hæfileikum. Hún þarf ekki einungis að vera undurfögur og glæsileg stúlka, hún þarf líka að hafa til að bera þokka sem felst í innri fegurð. Í fegurðarsamkeppnum erlendis reynir oft á það hvernig þær koma fyrir. Stúlkurnar í efstu sætunum verða fulltrúar Íslands á keppnum á alþjóðavettvangi á komandi ári. Við eignuðumst heimsfegurðardrottningu árið 1985 og það mál manna að hófi okkar hafi ekki einungis vakið hvarvetna eftirtekt fyrir einstaka ytri fegurð og glæsimennsku, heldur vann hún hug og hjörtu fólks hvar sem hún kom með ljúfri og einlægri framkomu. Stúlkurnar koma nú fram í samkvæmisklæðnaði. Og fyrst gengur á svið Kristín Birgitta Gunnarsdóttir. Kjóll Kristínar úr rauðu tafti. Dýrleif Ármann saumaði kjólinn. Kristín fékk hugmyndina af kjólnum úr tískublaði en hún ákvað litinn sjálf. Skartgripir sem hún ber eru armband og eyrnalokkar settir semaljusteinum,
frá versluninni Messing. Kristín Birgitta, ef þú væri beðin að lýsa landinu þínu, hvernig myndirðu gera það? Ég myndi lýsa Íslandin sem eyju í norðri, með mikilli náttúrufegurð. Það myndu ekki svo margir búa þar miðað við stærð, þar sem mikið væri jökla og hálendi. Margt þetta að segja, þeir spyrja nú oft útlendingarnir hvort það sé ekki kalt á Íslandi. Jú, það er nokkuð kalt, en fólkið ætla hjartahlýtt að það yljar upp landið. Það er fallegt landið okkar. Takk að þið fyrir, Kristín. Kristín Birgitta Gunnarsdóttir. Og hér kemur Guðrún Margrét Hannesdóttir. Kjóll Guðrúnar er úr svörtu attikflaueli og tafti með hanskaermum. Vinkona Guðrúnar, Helena Sveinsdóttir, saumaði kjólinn, en hugmyndin að honum er þeirra beggja. Skartgripir Guðrúnar eru hálsböng sérhönnuð við kjólinn, eyrnalokkar, armband og hringur úr gulli frá Pétri Tryggva á Skólavörðustíg. Guðrún Margrét, hvað myndir þú ráðleggja dóttur þinni ef hún yrði beðin að taka þátt í fegurðarsamkeppni Íslands? Ég myndi fyrst gera henni grein fyrir því að þetta er ekkert bara að taka þátt í fegurðarsamkeppni. Þetta er þræl mikil vinna, en samt maður þroskast á þessu og hún ætti svo sannarlega allan stuðning minn. Og þú hefur haft gaman að þessu? Já, svo sannarlega. Takk að þið fyrir. Guðrún Margrét Hannesdóttir. Og hér er komin Linda Pétursdóttir. Linda er í dökklilla bleikum kjól úr palliettum og glansefni. Jórunn Karlsdóttir saumaði kjólinn, en þær ákváðu í sameiningu snið og lit. Skartgripir Lindu eru semalíu eyrnalokkar sem móðir hennar gifti sig með, ásamt semalíu hálsfesti sem hún á sjálf og semalíu armband frá Messing. Linda, þú hefur dvalið sem skiptinemi í Bandaríkjunum. Finnst þér mikill munur á Bandaríkjamönnum og Íslendingum? Já, Ameríkanar, þeir eru mjög elskulegt fólk og mér þykir mjög vænt þá. Það er mjög gott að kynnast þeim. En Íslendingarnir, ég held að þeir séu alltaf hlýjastir. Svona þegar á reynir? Já. En nú finnst mér oft svona þegar maður hittir Ameríkana sem maður þekkir ekki, þeir heilsa manni hi, how are you og allt svona í fyrsta skipti. Finnst þér að við að taka upp einhverja svona framkomu og reyna að líka eftir þeim? Já, sjálfsögðu er mjög gott að vera svona jákvæður og hjartalýr og ég segi ekki því til fyrirstöðu og það er aldrei að vita hvað lífið getur gefið manni með að vera svona jákvæður. Takk að þið fyrir. Linda Pétursdóttir.
Nú stígur fram á sviðið Guðný Elísabet Óladóttir. Guðný Elísabet í svörtum kjól úr paljettum og tafti. Kjólinn hlaut hún að gjöf frá versluninni Sér hún var útnefnd fegurðardrottning Reykjavíkur. Skartgripir Guðnýjar eru hringur, eyrnalokkar, armband og hálsmen úr gulli og dementum frá Jóni Óskari á Laugavegi. Guðný Elísabet, finnst þér nauðsynlegt fyrir ungar stúlkur í dag að afla sér góðra menntunar? Já, og reyndar fyrir alla. Af hverju? Því góð menntun er besta veganesti sem þú getur haft út í þjóðlífið. Þakka þér fyrir, Guðný. Guðný Elísabet Óladóttir. Og hér er komin Karen Kristjánsdóttir. Kjóll Karenar úr kóngabláu tafti. Gunnhildur Magnúsdóttir saumaði kjólinn en þær ákváðu sniðið í sameiningu. Og Karen valdi litinn sjálf. Skartgripir hennar eru hringir, eyrnalokkar, armband og hálsmenn úr silfri frá Pétri Tryggva á Skólaverðustíg. Þú ferðast mikið Ísland. Myndirðu vilja lýsa fyrir mig uppáhaldsstaðnum þínum á Íslandi? Já, það er Þórsmörk. Hún er alveg meiri áttar. Hvað er svona heillandi við Þórsmörk? Það er náttúrufegurinn svo virkilega skemmtilega. Þegar maður kominn upp á Valmjók, þá blasir við manni svo skemmtileg svona andstæður í náttúrufegurinni. Það eru jöklarnir og gróðurinn fallega grænn. Fjöllin fallega blá. Já, litasamsetningi falleg. Virkilega. Já, þú myndir kannski vilja vera leiðsögumaður minn einhvern tímann í Þórsmörk? Já, svo sannarlega. Ég skal taka næst með því þér. Takk þér fyrir. Karen Kristjánsdóttir. Kamilla Rún Jóhannsdóttir stígur hér fram. Kjóll Kamillu er úr silfurgráu paljettuefni með pífu úr siffoni. Joan Katrín Lénhardsdóttir saumaði kjólinn. Sniðið völdu þær saman en Kamilla litinn. Skartgripirnir sem Kamilla ber eru semiljuarmband og eyrnalokkar frá tískuverslun Steinunnar á Akureyri. Kamilla Rún, breyttist viðhorf fólks í þinn garð eftir að þú varst kjörin fegurðardrottning Norðurlands? Ég veit ekki með það sem þekkja mig ekki, en vinir mínir eru áfram vinir mínir. Hefur þú sjálf breyst eitthvað? Ég hef lært mjög mikið af þessari keppni, bæði að koma fram og ganga og mér finnst ég hafa þroskast að fara í þessa keppni. Þakka þér fyrir, Kamilla Rún. Kamilla Rún Jóhannsdóttir. Og hér stígur fram Sigrún Eyfjörð.
Hún í svörtum og fjólubláum kjól úr paljettum, satíni og blúndu. Hrefna Kristbergsdóttir saumaði kjólinn. Sigrún ákvað hins vegar sjálfsniðið og litinn. Skartgripi Sigrúnar eru armband og eyrnalokkar settir semeljusteinum frá verslunni Messing. En hálsmenn hennar frá snyrtivöruverslunni Bylgjunni. Sigrún, þú átt þér slagorð, ekki? Hvaða slagorð það aftur? Það ég lifi til að læra, en ekki læra til að lifa. Hvað áttu við með því? Hvers vegna? Nú, eins og ég ekki í skóla, en ég samt að læra. Þér finnst einstaklega að skóli lífsins hafi mikið að segja mannleg samskipti og svoleiðis? Það sjálfsög. Það var fallegt. Takk fyrir Sigrún. Sigrún Eybjörg. Halldís Hörn Höskuldsdóttir. Halldís Hörn í blágráum paljettukjól sem Jórunn Karlsdóttir saumaði. Verslunin Skæði og Stefán L. gáfu henni kjólinn. Móðir Halldísar og Jórunn ákváðu sniðið, en Halldís valdi litinn. Skartgripirnir sem Halldís ber eru hringur og armband úr hvítagull og demöntum og eyrnalokkar úr silfri. Allt þetta frá gulli og silfri. Halldís Hörn, þú mikill dýravinur og hefur átt mikið af gæludýrum. Hvert nú óvenjulegasta gæludýri sem þú hefur átt? Ætli myndi ekki segja að það væri svínin sem ég átti einu sinni. Og hvar geymdirðu svínin? Við höfum þau inni bara hjá okkur í húsinu. Við vorum með 3 hunda og 2 ketti og svo 2 svín. Og þau lifðu öll í sátt og samlyndi hjá okkur. Og þú hefur sem sagt annað svínin jafnt sem hund og ketti? Já. Þakka þér fyrir, Halldís Hörn. Marta Jörundsdóttir. Marta í svörtum kjól úr satínu og siffóni. Hrafnhildur Samúelsdóttir saumaði kjólinn. Sniðið árangur samvinnu þeirra beggja, en litinn valdi Marta. Skartgripir Mörtu eru sérsmíðaðir, hálsmenn, armskraut, eyrnalokkar og kjólskraut, allt úr silfri. Og það var Dýrfinna Torfadóttir, gullsmiður á Ísafirði, sem smíðaði gripina. Marta, mér langar að biðja þig að segja mér svolítið frá framtíðaráformum þínum. Já, ég ekki alveg ákveðin með þau, en ég hef hugsað mér að fara kannski út í íþróttanám að loknu stúdentsprófi. Og það gæti þá farið svo að þú kenndir ungviðinu á Ísafirði íþróttir? Já, það gæti farið svo. Þakka þér fyrir, Marta. Marta Jörundsdóttir. Guðbjörg Gissuradóttir.
Guðbjörg í kjól úr sléttflaueli og satíni sem móðir hennar Anna Guðmundsdóttir saumaði. En Guðbjörg ákvað sjálf sniðið og litinn. Skartgripir Guðbjargar eru semilju eyrnalokkar, hálsmenn og armband frá snyrtivöruversluninni París á Laugavegi. Guðbjörg, hvernig hugsað þú þér drauma fjölskylduna? Ég er persónulega mikinn áhuga á börnum og myndi því vilja eignast 3-4. Svo má ekki gleyma góðum hjálplegum eiginmanni. Og svo myndi ég vera heima með að vera lítil og fara svo síðar á vinnumarkaðinn. Þakka þér fyrir, Guðbjörg. Guðbjörg Gissuradóttir. Guðbjörg Fríða Guðmundsdóttir. Guðbjörg í bleikum silki og siffonkjól með satínslaufu og paljettuskrauti. Jórunn Karlsdóttir saumaði kjólinn. Þær ákváðu í sameiningu snið á kjólnum en Guðbjörg var með bleika litinn í huga. Skartgripir Guðbjörgar eru úr gulli og dementum frá Jóni og Óskari á Laugavegi. En armbandi sem hún ber er eign vinkonu móður hennar. Það er einnig úr gulli og dementum. Guðbjörg Fríða, breytir þáttaka í svona keppni einhverju í lífi ungra stúlku? Já, ég myndi segja það. Þetta reynir mikið á mann og krefst mikið sjálfsagt og ég myndi tel að ég sé reynslunni ríkari. Myndirðu ráðleggja ungri stúlku að taka þátt í svona keppni ef hún spyrði þig? Alveg hiklaust. Þakka þér fyrir, Guðbjörg Fríða. Guðbjörg Fríða Guðmundsdóttir. Og við skulum biðja yngismeyjarnar að koma hér aftur fram allar. Kristín Birgitta Gunnarsdóttir. Guðbjörg Fríða Guðmundsdóttir. Guðrún Margrét Hannesdóttir. Guðbjörg Gissuradóttir. Linda Pétursdóttir. Marta Jörundsdóttir. Guðný Elisabeth Óladóttir. Halldís Hörð Höskuldsdóttir. Karen Kristjánsdóttir. Sigrún Eybjörg. Kamila Rún Jóhannsdóttir. Og við þökkum stúlkunum fyrir og gefum þeim gott klapp. Kamila Rún. Karen. Sigrún. Guðný Elisabeth. Halldís Hörð. Linda.
Guðrún Margrét. Guðbjörg. Kristín Birgitta. Guðbjörg Fríða. Góði gestir, nú þarf að undirbúa sviðið fyrir næsta skemmtiatriði. Við slökum bara á meðan, það er upplagt tækifæri að skreppa á barinn ef það er tómt í glösunum eða renna sér á salernið ef þess gerist þörf. Við komum eftir nokkrar mínútur.